Eiríkur Bergmann Einarsson, gjörðu svo vel. Kæru félagar, ég þakka þessar tillögur sömuleiðis sem eru orðnar alveg prýðilegar. Ég get líka tekið undir það sem hér hefur komið fram viðurlög við stjórnarskrárbrotum. En ég ætlaði hér að kynna breytingartillögu sem ég hef gert við þetta skjal og hefur verið dreift til ykkar og lýtur að skipun dómara. Í upphafi þá var sagt að forseti Íslands skipaði dómara en það var innan hornplofa, enda ekki búið að ákveða fyrirkomulag stjórnskipanarinnar endanlega. Þegar við hófum starfið stjórnskipanina í B-nefndinni að þá fóru þetta fram töluvert miklar umræður hvers konar stjórnskipan skyldi hér komið á. Við vorum mörg sem að lögðum til að tekið yrði upp forsetaræði í þeim skilningi að framkvæmdarvaldið yrði kosið beinni kosningu. Niðurstaðan var sú að fara áfram þingræðisleiðina, en Ísland samkvæmt alþjóðlegum skilgreiningum þingræðislýðveldi eða parlamentary republic. Og við höfum sem sé unnið að þeirri leið í B-nefndinni nú í 3 mánuði fastað. Síðan hefur það gerst á allra seinustu dögum að fram hafa komið tillögur að fara einhver allt aðra leið heldur en að B-nefndin lagði upp, og sumir ráðsfulltrúar gengið svo langt að hér verið tekið upp stjórnskipulag forseta þingræðis eins og til að mynda það sem að þekkist í Frakklandi og víðar. Margar þessara tillagna ganga í rauninni þvert gegn þeim markmiðum sem við lögðum upp með, og þær lúta til að mynda að stjórnarmyndun og fleiri atriðum, en það atriði sem að mér finnst fara endanlega út fyrir þau mörk sem að okkar tillaga að stjórnskipun þolir þetta með sjálfstætt skipunarvald forseta Íslands sem að stendur þá einnig fyrir utan hina hefðbundnu ábyrgðarkeðju sem að ráðherrar eru bundnir af og ég hef áður hér lýst. Samkvæmt þessari tillögu sem hér uppi að forseti Íslands skipi dómara og seti þá í embætti og veiti þeim lausn, þá verið að færa svona kannski þunga miðjuna í starfi dómsmálaráðherra til forseta Íslands sem þá orðin einhvers konar þjóðkjörin dómsmálaráðherra í landinu. Og til þess að slíkt kerfi gæti mögulega gengið upp, að þá myndi auðvitað stór hluti af stjórnarskrifstofunni í dómsmálaráðuneytinu og innanríkisráðuneytinu færast undir forseta með tilheyrandi skrifstofustjórum og svo framvegis, og forseti orðin þá partur af framkvæmdarvaldinu, og með þessari tillögu við eiginlega komið stjórnskipunina inn í bæði kerfin, bæði í þingræðislýðveldi að mestu leyti, en svo að þessu leyti inn í forseta þingræðiskerfi eða hálfforsetaræði sem semi-presidential systems eru nú oft skýrð eftir, og það kann ekki góðri lukku að stýra að mínu viti að blanda saman ólíkum stjórnkerfum með þessum hætti. Þá þarf annarkvort að tvennu að gerast til þess að þessi tillaga geti gengið upp. Annars vegar þarf þá að líta á forseta sem dómsmálaráðherra og setja undir hann öll sömu eftirlits- og aðhaldshlutverk sem aðrir ráðherrar hafa. Það þarf að vera skrifað skýrt inn í Alþingiskaflann að Alþingi hafi eftirlit með ríkisstjórn og forseta.
þar sem að þessi 63 þingmenn hafi þó það hlutverk. Alþingi geti samþykkt vantraust á forseta Íslands eins og á aðra ráðherra. Úrskurðarnefndir stjórnsýslunar nái til forseta með sama hætti og annarra ráðherra, og að hann auðvitað standi skil á gjörðum sínum, skipunum sínum fyrir dómstólum eins og allir aðrir ráðherrar. Ég er ekki alveg viss að þessi meirihluta vilji ráðinu fyrir slíku fyrirkomulagi og því legg ég til einfalda breytingu á þessum texta sem að mínu viti getur kannski bjarga því sem bjarga verður, og það að í lok 3. málsgreinar þar sem að segir forseti Íslands skipar dómara eða setur þá í embætti og veitir þeim lausn, bætist við orðalagið að tillögu ráðherra. Með þessari viðbót væri mögulega hægt að fallast á þá stjórnskipan sem hér hefur verið breytt í okkar tillögum á seinustu dögum og tekið út úr nefndinni með hætti sem að mér finnst nú ekki alveg eðlilegur, að þá væri mögulega hægt að svona redda þessu fyrir horn með þessu móti, og því legg ég þetta svona til. Takk fyrir.